horfa á Reykjavíkur fréttir þátt borgar fulltrúa sósíalistaflokksins hér á Samstöðinni. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og Ásta Þórdís Skjaldal hér með mér í dag. Við ætlum svona að fara yfir það helsta sem var til umfjöllunar í vikunni. Ætlum meðal annars að fjalla slökkvistarf, NPA og tillögu sósíalista næringagildi máltíða sem börn í grunnskólum Reykjavíkurborgar borða. Nú það var samþykkt á borgarstjórnarfundi að skoða nánar tillögu okkar sósíalista að tryggja næringagildi í máltíðum grunnskólabarna yrði gott og það var samþykkt að vísa þeirri tillögu til meðferðar hóps sem að skoða matarstefnu og við vonum auðvitað að hún fái góða umfjöllun þar og verði samþykkt. En tillagan snerist að leita allra leiða til að koma í veg fyrir að dregið yrði úr næringagildi máltíða með því að tryggja að þeir skólar sem hafi eldhús geti þá eldað matinn á staðnum. Þannig að já, þetta var ánægilegt að sjá að það væri vilji fyrir því að skoða þetta mál frekar. Þú ert búin að vera að skoða þetta dálítið eða ekki ástæði í svona næringagildi og hvernig ef maturinn hefur ferðast langar vegalengdir þá hefur það vist einhver áhrif á matinn. Jú, og hann tapar einhverja næringagildi við að vera fluttur á milli staða og ég vonast þess að við getum í einhverjum fréttatímanum okkar rætt nánar við þá sem að hafa meiri þekkingu á því að það ekki nóg að telja sig vita að hann tapir næringagildum, það hægt að mæla það og við eigum fólk sem menntað í að vita svona lagað. Þannig að en á morgun var ég á rafrænum upplýsingafundi með framkvæmdastjórn sveitarfélaga velferð barna og starfsumhverfi í leikskólum. Þannig að við komum víða við í hlutverki okkar fyrir borgina og að loknum þeim fundi, eða rétt og svo sagt ég þurfti að yfirgefa náður núna lauk til að komast til næsta stað. Ég var sem sagt á aðalfundi slökkvilis höfuðborgarsvæðisins. Áhugavert. Mjög áhugavert. Og hvar var hann? Við erum held ég með myndastaðsetningunni. Fundurinn var haldinn þarna sjáum við á skjánum. Þetta í Hafnarfirði. Þetta heitir Skúturhraun. Og þarna var sem sagt aðalfundurinn haldinn og á fundinum var verið að ræða ýmsa hluti eins og framtíðar uppbyggingu og áætlun, viðbragðstíma, búsetu á atvinnuhúsnæði og hættumat og áhættumat og hvað bráðateknar er að gera, þannig að það var komið víða við og þarna eru nokkri þættir sem að mér finnst í rauninni komið okkur svolítið við eins og til dæmis með búsetu í atvinnuhúsnæði þar sem að brunavarnir eru ekki þannig að það hendi fyrir fólk að búa á staðnum og sofa á staðnum. Miðað við það sem þeir vita þá eru búsetuúrræði talin vera 298 í dag þar sem búið í atvinnuhúsnæði þar sem að öryggismál eru ekki í lagi og þá það segir nú kannski ekki svo margt en áætlaður íbúafjöldi í þessum 298 stöðum eru 2318 manns. Wow. 2318 manns. Á höfuðborgarsvæðinu þá? Já, á höfuðborgarsvæðinu öllu. Og það er svona áætlun og hún tók það nú fram að það væri erfitt að hafa nákvæma tölu vegna þess að þau kannski kæmu og tækju út eitthvað húsnæði, væri taka út brunavarnir í húsnæði og það kæmi í ljós að það væri einhver ákveðin herbergjafjöldi sem að ekki væri ætlað til búsetu og það væri kannski eitt rúm í hverju slíku rými og þegar þau kæmu aftur einhverju mánuði seinna til þess að skoða bætt úrræði þá væri kannski komin 2 rúm inn í hvert rými þannig að þá hefði talan tvöfaldast af þeim sem búa á staðnum þannig að þetta er erfitt að áætla þetta en þau töluðu snertingu við þann fjölda sem að þau hafa haft eitthvað með að gera og snertingin á þessu ári er 1525 manns
sem að slökkviliði hefur haft einhver afskipti af í svona búsetu úrræði sem að ekki við hæfi og þar voru 17 börn. Vá. Já. Og þau segja sko alltaf þegar þeir koma þar sem eru börn við slíkar aðstæður þá það alltaf tilkynnt til barnaverndar. En á sama tíma þá eru takmarka hvað barnavernd getur gert á meðan það ekki til nein búsetu úrræði til þess að taka við þessum einstaklingum sem að búa svona. Hver er rótin einmitt? Af því að þú veist, ef það verið að fara að kenna foreldrum að vera með barnið á slæmum stað, þegar það ekkert annað sem þú getur kannski fundið. Það vitum vera langi biðlistar eftir ódýru húsnæði og þannig að það eru bara allir að reyna að redda sér einhvern veginn. Já, og þetta er hópur sem klárlega ekki frá að kaupa sér húsnæði. Þetta er hópur sem á heima í á leigumarkaðnum en þyrfti að vera í félagslegu úrræði. Þannig að okkar mat sósíalista það að það sé ekki nægilega há prósent af húsnæðismarkaðnum sem er í félagslegt úrræði. Okkur vantar, það viðmið eitthvað 5%, að 5% alls húsnæðis tilheyri félagslega markaðnum en nú það bara staðreynd að það ekki nógu hátt og sérstaklega vegna þess að okkur fjölgar og fjölgunin okkar kannski þú veist það fólk sem að flýja stríð, það eru barnafjölskyldur og það töluvert af eldri borgurum í þessum hópi. Og það eitt af því sem kom líka fram á þessum aðalfundi hjá slökkviliðinu að það að þeirra stærsti þjónustuhópur. Það eru fólk sem sagt milli 60 og 70 og svo aftur yfir 70. Og það hefur fjölgað mjög mikið í þessum aldurshópi. Þannig að þeir eru að fara í miklu fleiri útköll fyrir þennan aldurshóp og vita að þetta aldurshópurinn sem hefur fjölgað mest og þeir þurfa að taka virkilega tillit til inn í skipulagningun, inn í framtíðina. Af því þetta svo hópur sem að þarf mest á þeim að halda. Ég fjölgar mest í útköllum hjá þessu aldurskeiði ætli þetta sé tengt því að fólk sé að búa lengur heima á sér og þarf kannski einhvern stuðning eða eitthvað þannig eða? Ég held að sé aðalega heilsunni hrakar þegar fólk eldist þannig að og þetta eldri borgurum hættari við að brotna þau detta og þar fram eftir götunum þannig að ég held að sé aðalega heilsufarsástæður sem gera það verkum með þessi hópur þar meiri þjónustu frá bráðatæknum en þetta svona áhugavert að skoða þetta. Það einmitt mjög fjölbreytt þar sem að borgarfulltrúar fá kynningu eða við fáum kynningu á alls konar svona fjölbreyttum málum og þetta kannski ekki að fyrsta sem að svona poppar upp í hugan. Slökkvilið og slökkvistarf en þetta alveg mjög gagnlegt eða ekki svona inn í vinnuna? Jú, heldur betur. Og svo verið að skoða viðbragðstími slökkvilis þarf náttúrulega vera góður þannig að þeir þurfa að vera staðsettir nálagt þeim kjörnum þar sem flestir búa að sjálfsög þurfa líka að vera í útkverfum þannig að viðbragðstími sé ekki langur þannig að nú verið að endurskipuleggja stöðvarnar, einhverjir á að færa og einhverjir opna nýjar því að viðmiðið að mest íbúafjöldin sé innan 10 mínútna viðbragðstíma og það kemur til af mörgum ástæðum en ein þeirra að mínu mati pínu áhugaverð. Það þannig að áður fyrr að þá voru flestir með húsgögn úr gegnheilum viði, þung og stór og massív húsgögn og í dag erum við aðalega að kaupa húsgögn sem ódýr og þau eru oft búin til úr efnum sem að brenna mun auðveldlegar og hraðar heldur en þessi gegnheilu viðarhúsgögn sem eins og allir áttu áður fyrr. Þannig að eftir því sem húsgögnin verða ódýrari að þeim mun meira eldsmatur eru þau. Þannig að það sem að slökkvilið stendur frammi fyrir að áður fyrr höfðu þeir meiri tíma
til þess að komast á staðinn áður en allt var brunnið, áður en það varð altjón. Þannig að þeir voru að mæta á staðinn og þeir höfðu tíma samt til þess að slökkva eldin án þess að allt brynni upp og er það ónýtt. Í dag er það þannig að þegar að það er svona mikill eldsmatur sem að brennur svona hratt, að þá er oft bara altjón bara fljótlega eftir að mæta á staðinn og þá er ekki nægur tími til þess að slökkva í húsgögnum og öðru. Og eitt af því sem getur náttúrulega komið út úr þessu er að það verði auðvitað slys á mönnum og þannig að þetta er frá því sjónarmiði séð er þetta hættuleg þróun. En við það er náttúrulega að finna góða að eftir þessa skipulagningu sem að verið áætla núna fram til 2031 og þá verða breytingar sem gera það verkum að viðbrakstími á að minnka. Já. Og það á að bæta úr á Seltjarnarnesi til að bæta viðbrakstíman þar á að opna starfsstöð sem verður opin á þeim álagstíma sem mestur er í umferðinni af því að það er bara til dæmis ekki fræðilegum möguleiki á annað tíma að koma slökkviliðsbíl mjög hratt út af Seltjarnarnes til dæmis og þá líka bæta viðbragð slökkviliðs á Kjalarnesi, ég ætla aðeins að tala meira um þá eftir. Þannig að það er ýmislegt sem að ég lærði af þessari morgun heimsókn og ég fór nú reynda líka í ég fekk að prófa ýmislegt, ég fór í Reykköfun þegar ég eiga þarna æfinga stað sem ég kalla Elju og ég fekk að fara þar inn. Hvernig upplifum að það? Það er svo margt sem maður veit en er öðruvís að upplifa. Það er hvað það verður dimmt inni þegar það komin reykur og hvað það þarf lítinn eld í rauninni til þess að finna fyrir mjög sterkum hita. Og svo er alltaf gott að æfa sig í því að slökkva eld og ég fekk að grípa þarna slökkutæki og slökkva eld og það er ágætt að vera í þeirri æfingu að maður veit aldrei hvenær maður þarf á því að halda. Einmitt. Þú tókst nokkra myndir þarna, eða ekki? Jú, ég tók mynd af slökkviliðsbílnum þessu þarna er nú reynda búið að setja niður en ég fór upp í körfinni á þessum og fór upp 34 metra. Vá. Fékk frábært útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Náðu þess ekki að sjá upp á Kjalarnes en ég horfði út á Álftanes og bara horfði í kringum mig og þetta var mjög spennandi og var pínu spennt að finna hvort ég yrði loftrædd eða ekki. Mér leið mjög vel þarna uppi. Þetta er þá notað þegar það þarf að komast utanfrá kannski eldur í blokk eða eitthvað þannig. Já. Og þeir eiga annan sem að fer 45 metra upp í loft. Nú er það þannig, í gömlu bílunum þurfti alltaf að vera maður í sæti undir körfunni eða í körfunni til þess að stjórna. Núna þessi nýjustu bílar, þeir geta stjórnað þessu bara með fjárstýringu. Þannig að það þarf ekki að vera maður í körfunni til þess að senda hana inn yfir brennandi þak á iðnaðarhúsnæði eða eitthvað slíku og þá geta þeir eru með slöngu og geta sprauta vatni bara beint frá körfunni. Áhugavert. Já, þannig að það hafa náttúrulega orðið eldsvoðar eins og í Kringlunni núna nýverið húsnæði hjólbarahallarinnar í Fellsmúla sem að brann. Þannig að það hafa alveg orðið svona stóri bruna sem hafa sýnt að þörfin fyrir þessum nýju tækjum til staðar og það er gríðarlega mikill munur á þessum nýju tækjum frá því sem var og og hversu mikið þeir geta nýtt vatnið sem er í bílnum. Þannig að það er svo margt í þessu sem ég lærði spennandi í morgun ég veit ekki hvort ég næði koma því öllu til skila. Þetta er mjög fróðlegt. Já. Þeir kalla kerfið 1-7 sem þýðir að ef þeir eru með 1 tonna vatni í bílnum með þessu kerfi að þá nýtist það sem 7 tonn.
kerfi í bílnum. 1-7 kerfið. Já, sem nýtir vatni þá. Já, þá blandar það saman einhverju sem gerir það meira eins og froðu. Þannig að kerfi kallast 1-7 af því það nýtist 7 sinnum það magna vatni sem þeir hafa. Þetta vissi ég ekki. Nei. Og svo varstu með einhverja fleiri myndir þarna. Já, þarna eru inn í rýminu hjá þeim á stöðinni og þarna eru 2 vaskir slökkviliðsmenn. Og það er nú þannig þegar maður er utan á landi að þá sækist maður alltaf í að hitta þá sem eru heimamenn þannig sem maður er. Og þarna sérðu Ísfirðing. Skemmtilegt. Já. Og svo varstu með einhverja aðra mynd þarna af bíl. Þarna sjáum við einhvern bíl sem er svona ólíkur öðrum. Já, þessi er lítill og nettur og auðvelt að koma honum að. Þetta er nýji bíllinn sem er að fara á Kjalarnesið. Það er búið að vera að breyta áhaldahúsinu. Þannig að það sé auðveldara að nota og bílinn og öll tæki með. Það er verið að vinna í þessum bíl og hann á að vera tilbúin til notkunar 1. október. Og það verður heilmikill munur að hafa svona vel búin bíl því þó hann sé virki miklu minni heldur en hinn að þá verður það mjög vel tækjum búin og þeir eru með kallast á ensku Jaws of Life sem að Já, svona klippurnar ef það er bílslys og hægt að ná fólki út úr bílum. Já, og ég prófaði nú að lyfta svoleiðis tæki, það er ansið þungt. Þannig að menn þurfa að vera mjög sterkir og vel þjálfaðir. Já. Tækið er ansið þungt. Ég ekkert vissum að ég hefði átt auðvelt með að beita því. Við fengum nú að prófa þetta samt. Vá. Og já, og þetta í dag eru þessi tæki, þetta er ekki að hlaupa með einhverja snúru. Þetta er allt svona með batteri og þarf að hlaða. Og það verður svona tæki verður borðið í þessum bíl. Já. Þannig að það verður mikil ánægja fyrir okkur Kjalarnesinga að fá þennan bíl í gagnið. Þú býrð einmitt þar og hefur reynslu af því hvernig er að vera, hvernig finnst þér svona Reykjavík líta á þennan hluta Reykjavíkur? Við gleymumst yfirleitt. Já. Og að því litum til er ég stolt að vera í þeirri stöðu að vera að sitja fundi í borgarráðum og minna á að því að mér finnst einhvern veginn þegar það eru yfirlitsmyndir og þegar það verður að tala Reykjavík í heild að þá er í rauninni alltaf verið að tala Reykjavík mínus Kjalarnes nema þessu örfáu skipti sem að það er talið með. Þannig að yfirleitt þarf að ávarpa það sérstaklega og okkur finnst við rosalega gleymt. Eins og við vorum að ræða samgöngusáttmálinn í síðustu viku og þá einmitt spurði ég þig bara, hvernig ef þú myndir sleppa bílnum, hvernig getur þú treyst á strætó til þess að mæta í vinnuna alltaf daga? Nei, ég geti það ekki. Í fyrsta lagi þá tæki það með að lágmarki 3 klukkutíma að reyna að fara á milli að lágmarki og hvað ef ég þarf að fara á milli staða síðan til viðbótar við það. Þetta er bara og svo höfum við verið að glíma við það ef veturinn að ef einhver heiði er ófær út á landi að þá gengur ekki strætó hjá okkur af því að það er í raunin að mörgu leyti verið að láta okkur nota landsbyggðarstrætó. Þannig að það er bara í raunin afskaplega óhentugt fyrir okkur á Kjalarnesi. Þannig ég sé ekki að ég sé að fara að leggja bílnum. En ég vissi það líka alveg þegar ég keypti á Kjalarnesi að ég yrði háð bílnum. Þannig að það er ekkert að koma mér óvart, sko. Af hverju heldur að Kjalarnesi hafi gleymst svona? Hvernig ertu með einhverjar skýringar á því af hverju íbúar þar upplifa ekki að Reykjavíkurborg og stjórnendur Reykjavíkurborgar sé að hlusta á þeirra sjónarmið varðandi hvað þurfa að hafa í huga við uppbyggingu borgarinnar?
Sko, ég flutti á Kjalarnes fyrir 5 árum síðan, þannig ég telst eiginlega að vera nýbúi. En ég varð mjög snemma vör við mikla kergju í garð íbúa þar í garð Reykjavíkurborgar og það grundvallast á því að það var gert samkomulag á sínum tíma og það var aldrei staði við það samkomulag. Að í svona stuttu máli þá gekk það samkomulag út á að það yrði hröð uppbygging á Kjalarnesi. Að það yrði munstæri íbúabyggð og það var einhvern veginn eins og leið og búið var að gera samningin að þá sagt, ég held að hluta til að þetta snúist Álfsnesið og það var einhvern veginn eins og leið og Álfsnesið var komið í hendur á Reykjavíkurborg þá hætti þetta allt saman að skipta máli. Það er upplifun fólksins. Ég er kannski ekki mjög nákvæm í út frá sögulegu gildi í þessu, en þetta er það sem ég hef heyrt og þetta er svona það sem ég skynja að sé upplifun fólks. Og það hefur svolítið komið fram í hvernig fólk talar og hvernig fólk skrifar. Það kom tímabil það sem að okkur fannst við svo gleymd að það var haldnir íbúafundir og gerðar áætlanir um að segja okkur frá samkomulaginu og taka saman við kjósina frekar en að vera áfram hluti af Reykjavík. Þannig að því fólki finnst bara hreinlega að það hafi gefið of mörg tækifæri. Það yfirleitt þegar hefur soðið upp úr þá hefur komið einhver frá borginni talað, gefið fögurloforð sem að hafa þá bara bætt á kergjuna í rauninni því að gefin loforð sem er ekki staðið við er vandinn í grunninn. Þannig að fleiri loforð sem er ekki staðið við er ekki málið. En núna er búið að vera í sumar heilmikil vinna þar sem Minjastofnun hefur verið að grafa skurði og skoða hvort að einhverjar fornminjar eru á því svæði sem búið var að teikna upp lóðir og þær lóðir voru teiknar upp fyrir mörgum árum síðan en svo gerðist aldrei neitt meira, þeim var ekki úthlutað af því að það var ekki búið að kalla Minjastofnun inn í dæmið og gera þess rannsókn. Nú fór hún fram í sumar. Þannig að nú er allir að bíða eftir því hvað gerist, hvenær koma þessar lóðir inn á markaðinn. Því að það komast fleiri, færri að búa á Kjalarnesi heldur en vilja. Og það er mjög oft þannig að hús fer jafnvel ekkert á opinbera sölu, það er bara selt innan hverfis í rauninni. Það er ásóknin er það mikil, en það er gott að búa á Kjalarnesi þó að manni finnist Reykvíkinga að gleyma manni. Og talandi svikin loforð, þá hefur mikið verið fjallað NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, það hefur mikið verið til umfjöllunar síðustu daga og bara alveg myndi ég segja líka bara í gegnum árin eftir því sem þetta var innleitt og þetta er mjög mikilvæg þjónusta stuðningur, þetta er lögbundin réttur fatlaðra að geta fengi NPA og stýrt þjónustinu út frá sínum forsendum og eins og staðan er að þá er kostnaðarskipting á milli ríkis og sveitarfélaga. Þannig að ríkið hefur greitt 25% af samningnum og sveitarfélag 75%. Og þetta er bara síðan er biðlisti. Já. Og allt og margir á honum að mínum mati. Það eru sem sagt núna við fengum upplýsingar í borginni að NPA samningar á landsvísu eru 128 talsins og það er gert ráð fyrir að samningar á landinu öllu verði 172 í lok þess árs og í Reykjavík eru þeir samtals 41 en það eru sem sagt 37 fatlaðir einstaklingar á bið með samþykktar umsóknir NPA og af þessum 37 þá bíða 8 eftir aukningu tíma, fjölda og breytingum og núgildandi samningum og þetta er lögbundin réttur og ég hef lagt fram fyrirspurn í velferðarráði bara má í rauninni ekki veita þessa þjónustu lögbundina því að þú verður að veita hana, það er ekki nóg að segja bara herðu við samþykkjum umsóknina en svo fer að biðlista og hvað svo.
Og í rauninni má segja að þeir einstaklingar sem að bíða eftir samningurum verði virtur séu í nokkuð skona fangelsi. Já. Því þeir njóta ekki þeirra gæða, geta farið ferða sinna, þeir geta ekki gert það sem við hinn getum og bara svona sem dæmi, ég sjálf fötluð kona og hef setið í stjórn sjálfsbjargar og á marga vini sem að nota hjólastóla og önnur hjálpartæki og bara svona sem dæmi að ein vinkona mín sem að nota hjólastól, hún mjög sjálfbjarga í rauninni flest, en hún getur til dæmis ekki skipt ljósaperu. Þannig að það segir sér bara sjálf, hún getur ekki staðið upp á stólnum og klifraði upp einhverja tröppu til að skipta ljósaperu. Og NPA skipti sköpum fyrir hana þegar hún fekk það, hún þarf kannski ekki sólarhringsþjónustu, en sú þjónusta sem hún þarf og fær núna gefur henni frelsi til þess að stýra því að það sé skipt ljósaperuna þegar henni hendar. Og ef hann langar að baka köku, að þá baka þær köku. Hún er ekki háð, hún er ekki fangi að því leytinu til. Og hún fær þann stuðning sem hún þarf til þess að baka kökuna og til þess að gera það sem hann langar að gera. Og ég held að fólk átti sig ekki alltaf á hvað þetta er gríðarlega mikilvægt, eins ég var að vinna með, að ef að svo sem að var að sinna henni var veik þann daginn, og þá komst hún ekki fram úr rúminu. Og þá var hún að reyna að halda fjarfundi og stjórna úr tölvu, þar að segja ef eitthvað gæti rétt inn í tölvuna. Þannig að það eru svo mörg atriði, bara þetta, þú veist, að klæða sig og fá aðstoð til þess að komast í stólinn, til þess að geta haldið út í daginn. Þetta er bara gæði lífs og líf með reisn. Það skiptir máli. Og manneskjur er ekki að þurfa að upplifa sig einhvern veginn að þau séu föst á milli einhvers svona ríkis sveitafélaga, þú veist, þá alltaf að byrja á því að líta á manneskjuna og bara hvað þarf manneskjan, hvað er rétt hefur manneskjan og hvernig er þið opinbera uppfylla eða ekki uppfylla það. Svo já. Ég má eiginlega til með að nefna það að vinkona mín sem að er einnig fötluð og er mjög listræn, hún var ekkert að koma með hugmynda leikriti. Ég veit ekki hvort hún kláraði ekkert að skrifa það, en í leikritun hennar var forseti Íslands fatlaður og átti að mæta á mikilvægan fund, en einmitt þjónustan hans klikkaði og hann var bara heima á náttfötunum og komst ekki á fundin. Og svona tiltók hún fleiri atriði og mér fannst það svo fyndið þegar hún var að segja mér frá þessu á sínu tíma, þegar hún setur þetta yfir þetta samhengi. Forseti Íslands, mikilvægur maður, þarf að mæta á mikilvæga fundi, er andlit svo margs, og þú setur þetta í þetta samhengi og svo bara mætir hann ekki á fund af því að hann fekk ekki þjónustuna til þess að klæða sig í fötur morgunin. Já, þetta er mjög gott að draga þetta svona fram. Við ætlum að láta þetta verða loka orðin að þessu sinni. Ef að þið viljið að við fjallum eitthvað sérstakt, þá endilega bætum við athugasemd hér undir, og svo ætlum við að minna á að borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30 í Bólholti 6, svona ef þau þurfa að ná tali af borgarfulltrúa. Takk fyrir að vera með okkur í dag og við sjáumst næst.